fyrsta rjúpnaveiðin í ár. Búnir að labba hérna í allan dag og það hefur ekki verið ástæða til þess að taka upp myndavélina. En nú bara ræsta allan daginn. Þarna, ég búinn að skjóta á eina rjúpu, en ég hitt ekki. Svona lífið. En við erum búin að labba alveg lengst upp á fjalli og við erum komin niður aftur af því að Þorkell er búinn að vera hérna í töluverðri rjúpu hérna neðarlega. En við sötsuðum á vitlaust og löbbuðum ofar og sáum bara engar rjúpur, nema þarna allt í einu sáum við eina og ég skaut á hana, þá flugu upp tvær aðrar með henni og ég hitt ekki og Logi hitt ekki. Þetta er bara eitthvað gengur og gerist. En Þorkell er búinn að sjá hérna svolítið að rjúpu og hérna niður frá. Þannig að við erum að rölta bara niður í hús og kannski að maður sjá eina búta á leiðinni. Þorkell er búinn að ná tveimur en hann er búinn að sjá hérna milli 20 og 30 rjúpur. Hann er búinn að vera að reka upp á undan sér og allavega og hundurinn að reka upp og svona. Þannig að það er líf hérna fyrir neðan sko. En mjög erfitt skilið, mjög erfitt að sjá hana. Þannig að maður er að labba þetta alveg í rólegheitum og skoða vel. Sem er bara mjög fínt og gott sko. Maður er ekkert að sprengja sig á þessu. En það er svona, það væri nú gaman að hitta á einhverja bútur, en ég svona, hérna hefur verið kyrrt. Í gær eða morgun, hvað er það? Hverjir eru á ferð? Það eru fleiri menn að skjóta hérna á staðnum. Jafnvel í leiðisvegi. Það er svona, Logi var að reka einhverja óviðkomandi að veiðislóð hérna í okkar landi. Það sem að heitir sig. Svo kom hérna, nei, hérna heyrðu við fætt. Það er í næsta landi. Það er vegum bara þessa bíl hérna og svo eigum við fullt þangað. Það er annar land þarna, þar voru einhverju kallar og þeir voru komnir sem inn á okkar landareign eða hellu landareign. En svona ég reyni að taka upp myndavélina ef ég kemst í annað færi. Þetta skeður svo hratt, það er erfitt. Eiga við þetta vídeódót sko. Það er loksins þegar maður sér svo þá er maður bara að skjóta. Það er ekkert öðruvísi. Það er svona hluttilfell. En jæja.